Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í þennan áramótaþátt hjá Suðurnesja magasíni Sjónvarps Víkurfrétta. Í þættinum ætlum við að fara á hraðferð í gegnum brot af því efni sem við höfum framleitt á árinu 2016 og gefa áhorfendum innsýn í mannlíf, menningu og atvinnulíf á Suðurnesjum. Við byrjum í garðinum þar sem ferskir vindar blása. Alþjóðlega listahátíðin Ferskir vindar stóð sem hæst í Ásbyrjun í garði. 50 listamenn frá ýmsum löndum dvöldu þar á annan mánuð og unnu að sköpun sinni í opnum vinnustofum. Og taka íbúar í garði virkan þátt í listahátíðinni? Já, bara mjög margir sko. Sumir eru bara alveg rosalega virkir. Sumir eru bara okkar hérna bjargvættir sko. Allt af því við erum náttúrulega öll utanaðkomandi, ég líka. Og alltaf þegar eitthvað vantar eða okkur vantar upplýsingar eitthvað eða þá maður alltaf að hringja eitthvað og spurja eitthvað eða kalli eitthvað og fá hjálp. Sigurður hafnarstjóri í Grindavík sigldi með sjónvarpsfólk út í innsiglinguna til Grindavíkur og ræddi við okkur fyrirhugaðar framkvæmdir við Grindavíkurhöfn. Í viðtalinu var meðal annars komið inn á það að höfnin í Grindavík ekki bara stór útflutningshöfn, því 1/4 af öllu salti sem flutt til landsins kemur Grindavíkurhöfn en árlega eru flutt 90.000 tonn af salti til Íslands. Ætla sé ekki 20 til 25 milljarðar í gjaldeyristekjur sem fer hér, reynda skipað út í annarri höfn. Þeir fá þá tekjurnar af því, en við erum bara mjög stolt af því að leggja til gjaldeyristekna fyrir þjóðina og bara sátt við það. Og frá höfninni í Grindavík höldum við upp Þorbjörnin þar sem við hittum fyrir göngugarp á níræðisaldri. Samúel Alfreðsson 82 ára og býr í Grindavík. Hann hefur búið þar síðan miðjan 8. áratuginn. Hann hefði áður verið bóndi norður á Ströndum en þegar hann flutti til Grindavíkur fékk hann vinnu í frystihúsi. Hann gerðist síðar bílstjóri og ók olíubíl sem meðal annars var tíður gestur við Grindavíkurhöfn til að dæla eldsneyti á flotann. Hann var á olíubílnum þar til hann varð 70 en þá settist hann í helgan stein. Hann hefur hins vegar ekki setið auðum höndum því eftir að hann flutti til Grindavíkur þá hefur Þorbjarnarfell eða Þorbjörn eins og heimamenn kalla hann dregið Samúel til sín. Hann hóf fyrir mörgum árum að ganga á fjallið sér til heilsubótar og líkamsræktar. Verður þetta eitthvað fíkn að príla upp þetta fjall? Nei, það verður ekki fíkn. Það bara, maður hefur ánægja á lífinu og reynir að halda skrokkhelvítinu gangandi. Frá hlíðum Þorbjarnar förum við á hótel í Keflavík. Þar opnaði parkinn Bæ Radisson snemma árs. Glæsilegt hótel sem byggði á traustum grunni hótels sem í upphafi hét Flughótel. Með breytingum á hótelinu fór það úr því að vera flugvallarhótel í glæsilegt ráðstefnuhótel undir nafninu parkinn Bæ Radisson. Hótelkeðjan eins og stærsta í heimi. Í því eru nú 7 ráðstefnusalir og búið að endurnýja nær öll herbergi hótelsins auk þess sem byggð hafi verið ný. Herbergin eru í þeim stíl sem sjá má á parkinn hótelum víða heim þar sem litir fá að njóta sín. Þið hefði sjálfsög fundið fyrir þessu auknum vinsældum Íslands, eða ekki? Jú, við höfum gert það. Við höfum orðið verið það að fólk farið að stoppa lengur. Við höfum verið með gesti allt upp í 15 daga og þá jafnvel fólk sem kemur frá ferðaskrifstofum sem að manni finnst öðruvísi heldur en hefur verið í gegnum tíðina. Meira af ferðamálum. Ingigerður Sæmundsdóttir býr í rúmgóðu húsi í Njarðvík og rekur þar gistiheimili Blue View Bed and Breakfast. Ingigerður festi kaup á húsinu á síðasta ári með það fyrir augum að reka þar gistiheimili. Þar býr hún með 18 ára gömlum syni sínum. Fjölskyldan með sín herbergi á efri hæðinni en herbergi gistiheimilisins eru á þeirri neðri. Þau deila svo öll eldhúsi, stofu og baðherbergjum. Hver galdurinn á bakvið að taka vel á móti ferðamenn? Já, ég held að sé þessi bara að fólki finnist það velkomið ef leið það stígur hérna inn. Erlendu gestirnir á Suðurnesjum komu á ýmiss konar faratækjum. Kanadískir gestir landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli mættu á öflugri björgunarþyrlu og voru hér í vikutíma við æfingar.
Björgunarsveit kanadíska flughersins er öllu jafna staðsett á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi. Síðasta verkefni þyrlunnar á Íslandi var björgunaræfing sem framfór í Móhálsadal sem er á milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls í Reykjanesfjallgarðinum. Sjónvarpsmönnum Víkurfrétta var boðið að taka þátt í æfingunni og eru þessar svipmyndir frá heimsókninni. Úr háloftunum förum við í maga þorsksins. Meltingafæri þorsksins eru í hávegum Höfða á árlega kútmaðakvöldi Lions Klúbbs Keflavíkur. Hundruðum maga hefur verið safnað saman af áhöfnum 2 skipa sem nú hafa verið hreinsaðir og bíða þess að vera fylltir fyrir sjávarréttaveislu Lions Klúbbs Keflavíkur sem haldin er snemma árs. Sjónvarpsfólk Víkurfrétta heilsaði upp á Lionsmenn sem voru í magahreinsun. Það er aðalega 3 sortir. Við setjum lifur. Sumri vilja bara liframaga, þá setjum við bara svona góðan lifrabrott í magan og hnýtum fyrir og svo er það náttúrulega mjölmagar, þar sem við hrærum saman lifur og rúmjöli. Og svo höfum við núna nokkur ár, þá höfum við bætt hrognum, skerum bara upp hrognið og tökum himnuna frá og hrærum hrogn saman við þessa blöndu, lifur og rúmjöl. Og þetta hefur líka alveg sérstaklega vel. Helga Ingólfsdóttir, þroskaþjálfi, hefur undanfarin ár safnað gömlum leikföngum og segir mikilvægt að varðveita leikfangamenningu enda séu leikföngin stór en jafnframt svo lítið vanmetin hluti af sögunni. Þetta er jú stór partur af sögun okkar og börn læra í gegnum leikföng. Sagði Helga í viðtali við okkur og nefnir sem dæmi að sum börn eigi erfitt með að tjá líðan sína en geti tjáðana með því að segja að bangsanum sínum líði illa. Helga hélt sýning á dúkkusafni sínu á árinu á Ásbrú. Seinna árinu fékk hún draum sinn uppfylltan þegar hún fékk varanlegt húsnæði fyrir safnið á safnasvæðinu við Dúshúsin. Fréttatengd málefni rata reglulega inn í þáttinn. Við fluttum á árinu margvísleg tíðindi úr öllum sveitafélögum Suðurnesja, meðal annars þessa frétt úr Sandgerði. Landssamtökin Þroskahjálp og Sandgerðisbær undirrituðu á árinu samkomulag byggingu og rekstur íbúða fyrir fólk með fötlun að lækjamótum 61 til 65 í Sandgerði. Er að ræða íbúðakjarna með 5 íbúðum og þjónusturými. Þetta mun breyta heilmiklu. Það er þörf á íbúðum sem sagt fyrir fólk með fötlun og sumir búa heima hjá sér og er orðin fullorðnir og myndi gjarnan vilja komast í sitt eigið húsnæði, þannig að þetta er að við erum að mæta þarna mikill þörf. Bókaútgefendur á Suðurnesjum vöktu athygli á árinu fyrir verk sín. Meðan nokkrir réðust í stórvirki, þá eru aðrir í einfaldari bókmenntum eins og hann Bragi Hilmarsson sem er 9 ára og býr í Vogum. Bragi Hilmarsson, 9 ára úr Vogum, gaf á árinu út sína fyrstu bók. Bókin heitir Ömurleg helgi hjá Pétri og fjallar drenginn Pétur sem er sífellt að stríða Óla bróður sínum. Bókin er 44 síður og eru 2 eintök til útláns á bókasafninu í Vogum. Og ertu að hugsa að skrifa fleiri bækur? Já. Ertu kannski byrjaður? Já. Og hvað heitir næsta bók? Annar jólum hjá Pétri. Meira af bókum. Bók sem tekin var að láni frá Lestrarfélagi Keflavíkurhrepps árið 1943 var skilað til bókasafns Reykjanesbæjar á árinu. Að sögn Önnu Margrétar Ólafsdóttur, verkefnistjóra hjá bókasafninu, er þetta lengsta lán í sögu safnsins. Bókin fannst við flutninga. Hefur eitthvað hugmynd af hverju hún var svona lengi í útláni? Ég ímynda mér hún hafi bara týnst hreinlega og svo fannst hún í flutningum, þá var að flytja úr húsinu sem hún fannst í. Þannig að hún er örugglega lengt einhvers staðar á milli. Bókin heitir Ófríða stúlkan og er eftir Anne-Marie Selinko. Á bókarkápu er henni lýst sem nútíma skáldsögu frá Vínarborg. Bókin hafði varðveist vel þann tíma sem hún var í útláni. Hún fjallar stúlku sem líður eins og hún sé hvorki fríð né gáfuð og er í óvissu með það hvað hún eigi að taka sér fyrir hendur í lífinu. Hún kynnist frægum leikara og fella þau hugi saman. Anna segir söguþræðin gott dæmi það hvernig tíðarandinn hafi breyst. Minjafélag Sveitafélagsins Voga var stofnað árið 2003. Markmið þess er að viðhalda og varðveita minjar í Sveitafélaginu Vogum. Síðsumars árið 2004 fékk félagið Norðurkot á Vatnsleysuströnd að gjöf.
Norðurkot var byggt árið 1903 og hefur mikið menningarsögulegt gildi í sveitafélaginu en að ræða elsta uppistandandi skólahús þess. Hverjir eru hugmyndirnar með þetta hús? Það er að hafa í því skólasafn og gera merkilegri skólasögu sveitafélagsins skil. Hún er 144 ára gömul. Höldum suður með sjó frá Vogum og alla leið út í Garð. Ásýnd gamla vitans á Garðskaga tók breytingum á árinu. Vitin er komin með hatt. Ljóshús er komið á vitana 9, næstum 70 árum eftir að það var tekið niður og flutt vestur í Breiðafjörð. Það er félagsskapur íslenska strandmenningu sem stóð fyrir því að ljóshúsið var smíðað. Þyrla frá Landhelgisgæslunni kom í Garðinn og lyfti ljóshúsinu á sinn stað. Frá náttúruperlunni á Garðskaga förum við til Grindavíkur og fáum okkur eitthvað heilsusamlegt að borða hjá Höllu. Veitingastæðurinn hjá Höllu í Grindavík býður upp á heilsusamlega mat og hefur gott orðspor hans borist víða á stuttum tíma. Eigandi staðarins, hún Halla María Svansdóttir, hefur lengi haft brennandi áhuga á hollustu. Hún rekur veitingastæðin í Grindavík og sendir á hverjum virkum degi 200 matarsendingar til vinnustaða. En hvernig er að gera svona mat svona í hollari kantinum? Er engin kunst að gera hann jafn góðan? Nei, mér finnst það ekki, en það er alltaf meiri kunst sko að gera í svona miklu magni og senda út. Það er engan veginn hægt að bera saman það sem fólk er að fá að borða í fyrirtækjunum, það sem er búið að standa í bökkunum. Og þráttur að sé reynt að gera það eins vel og hægt er, en þegar það kemur inn í sal, það er algjörlega önnur upplifelse á matnum sko. Fyrsta 5-stjarna hótelið á Íslandi opnaði formlega þann 17. maí í Keflavík. Á 4. hæðinni á Hótel Keflavík höfðu iðnaðarmenn staðið í ströngu síðustu mánuði við að innrétta glæsihótel sem er einstakt á Íslandi. Diamond Suites er stærsta svítan á öllu Norðurlöndum og er 290 fermetrar. Henni má svo skipta upp í 5 minni svítur, allt eftir þörfum viðskiptavina. Við byrjuðum fyrir rúmum 2 árum að vinna í þessu konsepti að breyta í svona fínt hótel, en síðan hefur það smá sem að þróast upp í það að vera 5 stjörnu. Ellert Eiríksson, fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar, var á árinu 2016 útnefndur fyrsti heiðursborgari bæjarfélagsins. Útnefningin fór fram á 500. fundi Reykjanesbæjar. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, afhenti Ellerti blóm og skjal af þessu tilefni. Ellert byrjaði snemma við hinn ýmsu störf í Keflavík, rakaði ungur grjót og var meðal annars bæjarverkstjóri áður en hann varð sveitastjóri í Gerðarhreppi 1982 til 1990. Ellert var fyrsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar eftir sameininguna árið 1994 en hann hafði þá verið bæjarstjóri Keflavíkur frá árinu 1990. Ég held að stærsta málið sem ég hugsa tilbaka, það er sameining Keflavíkur og Njarðvíkur að hafna í Reykjanesbæ og sameiningaferlið og raunverulega allt sem að því hefur fylgt. Og ég held að það hafi sýnt sig að það hefur orðið svona þroskara samfélag, það er stærra samfélag og þroskara samfélag og þyrfti að stækka meira, fleiri sveitafélag koma inn í. Út af hvað gengur starfi hjá Hjólakrafti? Það gengur nú bara helst út af það að fá krakkar svona til þess að koma út að leika. Það er nú mest það að reyna að nýta þessu orku sem að menni það til og svona gera eitthvað skemmtilegt og uppbyggilegt. Þetta segir Þorvaldur Danielsson, frumkvöðull hjá Hjólakrafti. Hann stofnaði samtökin Hjólakraft fyrir nokkrum árum og býður nú upp á reiðhjólaæfingar fyrir ungmenni á nokkrum stöðum á landinu. Sjónvarp Víkurfrétta hitti á árinu hressan hóp hjóluleikarpa úr Sandgerði og Garði en sameiginlegar æfingar fyrir elstu nemendur skóla bæjarfélagana hófust fyrir í vor. Þorvaldur keyrir á milli bæjarfélaga og æfingar og hefur með sér nokkur reisirhjól sem krakkarnir hjóla á. Ég flutti frá Noregi 89 og byrjaði þá að leika mér hérna fyrir utan með rektuna því ég ætlaði að bjarga öllum skaganum. Ég ætlaði að græða upp algjörlega Reykjanesi bara. Svo var það orðið svo dýrt hobby að ég fór að selja og svo bara vatt þetta utan sig, smátt og smátt. Þetta sagði Gunnhildur Ása Sigurðardóttir, garðyrkjufræðingur og eigandi gróðrastöðvarinnar Glitbrár í Sandgerði þegar við heimsóttum garðyrkjustöðina á árinu. Ræktunin er í landi Bárugerðis við Stafnesvegi í Sandgerði þar sem Gunnhildur ólst upp. Ásamt því að reka gróðrastöðina, reka Gunnhildur og eiginmaður hennar, Geir Sigurðsson, blómastofuna Glitbrá við Hafnargötu 25 í Reykjanesbæ. Uppbygging á Keflavíkurflugvelli hefur verið gríðarlega hröð á síðustu misserum.
Flugferðum til og frá landinu fjölgar hratt og ferðamenn skipta milljónum. Það þarf að viðhalda öllum flugflótanum og því var hafin frekari uppbygging hjá Icelandair með fyrstu skóflustungu að nýju flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Að ræða viðbyggingu við hlið núverandi flugskýlis sem byggt var árið 1992. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að taka skýlið í notkun síðla árs 2017. Það mun skapa á annað 100 störf og hýsa meðal annars lager, verkstæði, skrifstofur og mötuneyti. Flugskýli Icelandair stærsti vinnustaður iðnaðarmanna á Íslandi. Já, nýja skýlið er það bil 10.500 fermetra gólffleti, 13.000 fermetra rúmlega í heildina og þarna verður stærsti hlutin verður náttúrulega skýliskóli sjálft. Þar komast 2 flugvélar inn í einu í stórar viðhaldsaðgerðir. Það meðal 767 sem við erum náttúrulega að taka inn í auknum mæli núna og svo 757 jafnvel við hliðina á henni. Nýju vélarnar okkar 737 MAX-vélarnar komast líka mjög þægilega fyrir þarna inn og getum við jafnvel tekið 3 þar inn í viðbútt. Að annars konar uppbyggingu og mun smærri í sniðum. Kofabyggðin í Grindavík nýtur mikilla vinsælla. Strax við opnun byggingasvæðisins síðastliðið sumar voru mættir þangað 30 krakkar, vopnaðir hömrum og nöglum, tilbúnir til að ráðast í kofabyggingar. Kofabyggðin hérna í Grindavík, þetta nú aldeilis að njóta vinsælda? Það nú heldur betur. Það var bara leið og opnaði hérna klukkan 1 að þá voru komin 30 krakkar tilbúnir að vera að smíða. Alda nýr heilsudrykkur. Drykkurinn þróaður af Kottland sem fullvinnslu fyrirtæki í eigu grindvísku útgerðarfélaganna, Vísis og Þorbjarnar. Nýji heilsudrykkurinn inniheldur kollagen en það ein tegund próteins sem við inntöku getur bætt heilsu og hreyfigetu. Við hjá Kottland ákveðum að prófa að gera eitthvað úr kollageninu og kollageninu sem við höfum verið að framleiða og við komum upp þessi hugmynd að gera öldu, kollagendrykk, svona ferskan og náttúrulegan drykk. Við höfum náttúrulega verið að búa til kollagenið úr róðinu, þorskróðinu og þróa það áfram og núna erum við komið með þetta í höndina sem þessi frábæri drykkur Alda. Finnbogi Unnsteinn Gunnlaugsson sem býr í Grindavík keypti sér rennibekk í Hafnarfirði fyrir áratug síðan. Rennibekknum fylgdi poki með ýmsu dóti, meðal annars græjum til að búa til penna. Hann pröfaði græjurnar og síðan var ekki aftur snúið og hefur Finnbogi smíðað marga penna, flesta úr viði en einnig úr hornum af nautum og hreindýrum. Þar sem pennarnir eru gerðir fríhendis eru engir tveir eins. Sjónvarp Víkurfrétta tók hús á Finnboga á árinu og ræddi við hann þetta áhuga mál. Og ég fór náttúrulega að pröfa og meira og hérna ég að renna penna á fullu. Þetta náttúrulega einstakt umhverfi hérna á Garðskaga. Þetta ótrúlegt. Hér einhver orka og kraftur sem bara fyllir mann af bjartsýni og krafti sem og einstakt eins og sést á trafíkin hérna og fólkinu sem kemur hérna aftur og aftur. Segir Jóhann Ísberg hjá félaginu Garðskaga sem snemma sumars vann að opnun á kaffihúsi í Gamla Vitanum á Garðskaga. Búið að gera vitan upp, setja í hann gólf og rafmagn. Jóhann segir að vissulega verði kaffihúsið ekki mjög stórt, en að það verði á 4 hæðum. Stórkostlegt útsýnið mun svo ekki svíkja neitt. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Snúran nafn á tónleikum sem að festa sig í sessi í Sandgerði. Þeir eru haldnir á tjaldstæði bæjarins og blásið til þeirra með stuttum fyrirvara þegar veðurspáin góð og gott að kveikja upp í grillinu. Bæjarbúar fjölmenna á tónleikana sem þeir Ólafur Þór Ólafsson og Hlynur Þór Valsson eiga veg og vanda að. Við skulum fá smá tóndæmi.
Nýfiskur er einn stærsti vinnustæðurinn í Sandgerði ef undan er skilin opinber starfsemi og sú sem fer fram í og við flugstöð Leifs Eiríkssonar sem er í Sandgerði eins og allir vita. Hjá Nýfiski er unnin ferskur þorskur og ýsa alla daga ársins fyrir Belgíumarkað. Sérhæfing nýs fisks liggur í Belgíumarkaði þangað sem fyrirtækið sendir fersk, flög og flaka bita með flugi alla daga. Fyrirtækið aflar sér hráefnis bæði frá eigin útgerð og einnig af fiskmarkaði. Þannig að þið stefnum með Nýfisk í það að verða þessi svokallaða hátækni vinnsla? Já, við stefnum bara hraðbýrið þangað og ég held að það sé bara nauðsynlegt til þess að tryggja sér framtíðina. Í Vogum á Vatnsleysuströnd er karlaklúbbur sem fundar vikulega í gömlu björgunarstöðinni. Félagsmenn eru á öllum aldri, sá yngsti 30 og sá elsti 8. Þeir eiga sér eitt sameiginlegt áhugamál, vélknúin farartæki. Félagskapurinn kallast Vélavinnir í Vogum og varð til fyrir 4 árum. Vélavinnir hafa vakið athygli þegar árleg fjölskylduhátíð er haldin í Vogum miðjan ágúst. Þar mæta félagsmenn með bílaflotan sinn og hafa til sýnis. Og hvað kom til að þið stofnuðu þennan félagskap? Þetta var nú bara svona eitthvað brýri. Við vorum bara svona einhverju vinir að spjalla, hittum stundunni í vinnu og eitthvað og þá kom svona hvort það væri ekki gaman að gera þetta bara svona reglulegum fundum og bara myndum svona hittast á einhverju reglulegum basis. Magnús Kjartansson er einn af sonum Keflavíkur. Hann var jafnframt eitt aðalnúmerið í dagskrá ljósanætur í Reykjanesbæ á árinu. Við fórum með Magnúsi í göngu æsku slóðurnar þar sem hann hafði frá mörgu skemmtilegu að segja. Magnús, hérna ertu fæddur á Ásjábraut 9 í Keflavík. Já. Hvað, manstu eitthvað eftir því? Nei, en ég man eftir því, ég kom hérna einu sinni óvart eftir ball í Stapanum og partí hérna í Ásjábrautinni og ég settist þarna aðeins út í horn og fór að vera með vangaveltur, þagnaði loksins. En það var að því að ég komst að því að þarna sat ég í horninu sem ég fættist í. Já. Það var skemmtileg svona lokning á þeim hring. Aðeins meira bæjarhátíðir. Sandgerðisdagar fóru fram í haust og þar á knattspyrnu leikur milli Norðurbæjar og Suðurbæjar stóran sess í dagskráni. Þar er hart tekist á, þó svo keppnisskapið sé oft meiri en getan. Er alltaf jafn gaman að spila aðeins með strákunum? Já, alltaf jafn gaman. Alveg yndislegt. Og hvor bæjarhlutin var nú betri hérna í gamla daga og er betri þá núna? Sko, Suðurbærin hefur alltaf verið miklu betri. Sko, það bara fættust og ólust upp betri knattspyrnumenn þar. Norðurbærin er svona að reyna að hanga í okkur en það hefur bara ekki tekist. Fótboltinn er líka garðmönnum allt. Víðismenn fögnuðu 80 ára afmæli félagsins með glæsibrag þegar þeir tryggðu sér sæti í annarri deild með 3-1 sigri á Þrótturum úr Vogum. Víðismenn léku síðast í annarri deild árið 2010. Fagnaðarlætin voru gríðarlega í leikslok þar sem leikmenn og stuðningsmenn tóku virkan þátt. Og aðeins meir fótbolta. Knattspyrnumaðurinn Arnór Ingvi Traustason úr Reykjanesbæ komst í heimsfréttirnar þegar hann skoraði sigurmark Íslands gegn Austurríki í riðlakeppninni á Evrópumótinu í knattspyrnu. Sigurinn fleytti Íslendingum inn í 16 liða úrslitin og mark okkar manns var skemmtilegt í blá lok leiksins. Við hittum Arnór Ingva í heimabænum eftir að hann og félagar hans í landsliðinu höfðu fengið frábæra móttöku hér heima á Keflavíkur flugvelli, á Reykjanesbrautinni og á Arnarhóli. Arnór Ingvi sagði það hafa verið stórkostlegt og gaman að hafa verið þáttakandi í þessu ævintýri. Þetta var yndislegt. Já, hvaða tilfinningu hafðirðu þarna? Þetta var... Þegar boltinn lag inn. Ég eiginlega veit ekki, ég var svo ógeðslega þreyttur sko að þarna bara svona örmagna eftir þetta allt saman og ég bara stóð og með hendur út og bara beið bara eftir strákunum og þetta var alveg upplifun sem ég mun aldrei gleyma. Við hjá Víkufréttum erum reglulegir gestir á Keflavíkurflugvelli. Stundum innangirðingar og einnig oft hangandi á girðingunni þegar eitthvað stórt á sér stað. Þannig var það stundum á árinu að flugvélar komu til lendingar með margvísleg vandamál. Hér er það Boeing 767 þota WestJet flugfélagsins. Hún átti í vandræðum með annan mótorinn og þurfti að lenda í Keflavík. Borð voru 258 farþegar og áhöfn. Lendingin tókst vel en skipta þurfti mótor á þotunni í Keflavík.
Við vorum ekki bara í háloftunum, við fórum einnig djúpt í iður jarðar. Nú unnið að djúpborunarverkefni á Reykjanesi en stefnt var að því að komast 5.000 metra ofan í jörðina fyrir áramót. Við vorum á Reykjanesi þegar borin fór niður fyrir 3.000 metra dýpi. Þetta í fyrsta skipti sem borað svo djúpt á jarðhitasvæði á Íslandi og líklega á háhitasvæði í heiminum öllum, segir forstjóri HS Orku. Og hverju eigið þið von á niður á 5.000 metra dýpi? Heitt og dimmt, líklega. Það við vonumst til þess að hitastigið fari allavega á 1500 gráður, yfir 400 stig. Stóri tilgangurinn í þessu að komast í heitara berg, heitari vökva, sem hefur þá felur í sér meira orkuinnihald af því sem kemur til yfirborðs og geta þar með unnið orku á minni fleti, minna yfirborði landsheldur en hefðbundið og þar með minnkað umhverfisáhrif orkuvinnslunar. Eins og öllum kunnugt gekk mikið EM-æði yfir landana á árinu. Til að fylgjast með veislunni var eiginlega nauðsynlegt að eiga stórt sjónvarp. Það getur hins vegar verið vandasamt að koma stóru sjónvarpi fyrir í bílnum ef hann allt of lítill. Því fengu þessi systkini í Reykjanesbæ að kynnast á árinu og myndatökumaðurinn Hilmar Bragi Bárðarsson myndaði allt úr laumi. Þökkum fyrir áhorfið, óskum við áhorfendum gleðilegs árs á Suðurnesjum og á landinu öllu. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á nýju ári. Verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is